Við erum kannski óþægilega vörð í það að nú veturinn að banka upp á. Við fórum að skafa rúðurnar í morgun. Gaman að hafa þetta bergmál. Það var sagt Glerárkirkju á Akureyri að bergmálið var svo mikið í kirkjunni að presturinn gat hlustað á ræðuna alveg fram á miðvikudag. Hún ómæði bara það mikið í veginn. Og það má segja það sem svipað með til þess Hallgrímskirkju að þegar presturinn talar að þá ætlar orðin aldrei að hljóða hljóðin eða deyja út. Stundum þetta þannig með þessi mannlegu mistök. En varðandi veturinn, við sjáum svona tíman koma inn og okkur ekkert að vita eða alltaf ekki mér. Mér finnst bara mjög eðlilegt og gaman að hafa vetur sem voru á haust og vetur hefur ekkert angað við nokkuð tíma. Ég kem nú að norðan núna. Þetta verður sennilega snjóléttasti vetur hjá mér í 20 ár eða svona. En ég var vanur því svo í Vestmannaeyjum að við fengum snjó á morgnana og hann var horfinn á kvöldið. Þannig að það þurfti ekkert að moka nánast getur við sagt. Það var svo fljótt að skipta veður þar. Og ég held þetta sé mjög svipað hér. Það var snjórinn kemur, svo kemur rigningin og hún sér alveg þessi mál. En ég vil vera hugsa til þess af því að við erum að tala svona skafa á rúðunum. Við sjáum breyttan tíma. Við segjum þetta vetur og við erum að tíminn breytist og við sjáum að náttúran hún lítan með. Að tíminn að breytast. Og stundum verður það með okkur sjálf þegar við horfum í spegil þá sjáum við að líka tíminn hefur breyst. Náttúran hefur breyst og við erum sjálf að breytast. Við erum komin með hrukkur og skurði hér og þar sem aldrei voru til hérna áður fyrir. Og við erum farin að grána og þetta allt saman á réttri leið. En höfum við hugsað í það að það þarf að vera eins og ljós náðarinnar yfir okkur á öllum tímum. Og stundum þá heyrum við að menn hafa fengið 40 milljónir í happdrætti. Ég var að heyra það í morgun, einhver græddi 40 milljónir í happdrætti. Við erum að heyra menn sem að fá peninga í happdrættum alveg svoleiðis að það skiptir milljónum. En það var gerð könnun á þessu fyrir nokkrum árum að allir sem fengu stóra vinninginn, þeir voru vel sett að 4 árum liðni heldur þau voru áður en vinningunum kom. Þau mistu fótanna. Það fór allt í vitleysu. Þau fóru að eyða og þau fannst þetta allir svo rosalega mikið að þau sjálf höfðu ekki karakter. Þau höfðu ekki hugsun til þess að stýra fjármálunum sínum. Hversu oft höfðu ekki lent í svipuðu vandræði. Að við höfum tekið hverja skyndiákvörðun og hún á að duga en hún búin á morgun. Svo sitjum við í súpunni. Talsveit lengi. Eitt af því sem Biblían að tala við okkur, systkini, það að við höfum góðan ráðgjafa hjá okkur. Og ráðgjafinn okkar heilagur andi, Jesús Kristur, þetta Guðs orð. Ef þið vantar ráð, þá komdu að orði Drottins. Og nú erum við að nálgast jól og þetta ráð sem við erum að tala hann kallaður í jólaguðspjallinu undra ráðgjafi. Kannist við það? Guðs hetja. Þau hefur hlustað á hann. Og við mennirnir, við erum svo sjálfsöruggir og við erum svo ánægð okkur sjálf að við látum ekki segjast fyrir allt komið í óefni. Það svolítið sorglegt með okkur. Þetta bara mannlegt, því við. Þetta allstaðar í öllum heimshlutum, öllum menningarsamfélögum. Þetta allstaðar, hvort sem voru enskumælandi, eða kemur frá Afríku, eða hvort þú komið frá Júgóslavíu, eða Arabaríkjunum, eða Íslandi. Við erum öll eins. Við höfum nákvæmlega samskonar veikleika. Og Jesús gefur okkur ráð. Og komum nú saman í Jóhannesarguðspjalli. Og ég elska það að benda ykkur á Guðs orð. Það 8. kapítuli og þetta er svona eitt af því sérstaka sem Jesús gerði. Hann stígur fram
Og hann segir við gyðingana og þá sem hann að predika til, og gyðingarnir voru trúaðir, aðeins það. Við erum ekki að tala vantrúað fólk. Við erum að tala fólk sem skynjaði að þetta Guð. Þetta voru ekki guðleysingjar. En það ekki endilega þar með sagt að þetta hafi verið þeim svo mikið til hjálpar. Vegna þess að þegar Jesús Kristur kemur, þá fann hann ekki bræður í gyðingunum. Hann fann andstæðinga. Áttu ykkur á því. Og hvað gerist ekki líka í kirkjum og í söfnuðum, að ef að Jesús talar ekki eins og við viljum heyra, þá förum við að segja nei. Þeir gerðu könnun á sig, ég held að vera í Bandaríkjunum. Það voru sálfræðingar sem gerðu könnun á viðhorfum fólks til ýmissa mála og menn voru annarkvæmt republikanar eða demokratar og þeir höfðu þessa skoðun og þeir höfðu hina skoðunina og það voru alls konar skoðunir fljótandi í kirkjunum. Svo var presturinn beðinn að predika. Og hann var látið predika Guðsorð og sálfræðingarnir tók eftir að hann predikaði eins og Biblían kenndi. Og hann skaraðist á eða kom á mjög margar óhefðbundnar skoðanir í kirkjum. Og fólk hefur spurt á eftir, hvernig líkar ykkur? Og það skipti alveg í tvö horn. Þeir sem voru sammála skoðunum prestsins sögðu amen við ræðunni. Þeir sem voru ekki sammála og rannaði skoðun, þeir bara hlustuðu ekki á, þeir bara ýttu þessu frá sig, sögðust ekkert vilja með þetta hafa. Og gyðingar, þeir voru að mörgu leyti nákvæmlega eins. Við erum bara alveg sömu manneskjurnar. Ef við erum á þessari skoðun, þá látum við skoðun okkar ráða. Og Jesús stendur frammi fyrir gyðingunum og í 8. kapítóli Jóhannesar og hann segir við þá, nú talar Jesús aftur til þeirra, þetta er 12. versi. Ég ljós heimsins. Sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Þá sögðu farisæar við hann, þú vitnar sjálfan þig, vitnisburður þinn er ekki gildur. Jesús svaraði þeim, enda þótt ég vitni sjálfan þig, vitnisburður minn gildur, því ég veit hvaðan ég kom og hvert ég fer. En þér vitið ekki hvaðan ég kem eða hvert ég fer. Og Jesús sem ljós heimsins, hann reynt að slökkva á honum strax. Slökkva á honum strax. Þetta ljós má ekki lýsa. Af hverju? Og ef ég fylgdi þessu máli aðeins eftir, þá að þau langaði til þess að fara með ykkur í bara sköpunarsöguna, upphaf sköpunarsöguna. Því að það er svo athyglisvert með hvernig Jesús Kristur lýsir sjálfur sér sem ljósi og við getum séð í sköpunarsögunni að þetta er eitt af því fyrsta sem Guð skapaði. Komum í 1. Mósebók og 1. kapítóla, það er ekki oft sem við höldum ræður 1. Mósebók og sköpunarsöguna og kannski er þetta alls ekki samþykkt í menntakerfi Íslendinga að ég var að vitna til sköpunarsögunar þegar fólk trúir á þróun. Og það myndi segja, heyrðu, þessi boðskapur á ekki heima í menntakerfi Íslendinga, við viljum bara heyra þróunarkenninguna. En þá ætti ég segja ykkur þetta, bara til þess að þið vitið. Það er félag á Íslandi sem heitir Gideon. Eru margir meðlimir í Gideonina? Fyrir nokkrum árum, bara fyrir 3-4 árum, þá höfum við samfagnað á Akureyri. Það var stór þing Gideonmanna. Á því þingi, Gideons félagasamkomu, þá voru 6 doktorar í því eina litla félagi. Það var doktor í eðlisfræði, hagfræði, það var doktor í meltingarfræðum, það var doktor í hjúkrunarfræðum, það var doktor í viðskiptafræði, svo ég nefni bara þessa 5 sko. Svo veit ég að þeir voru fleiri doktorar í öðrum greinum. Í litlu kristnu félagi voru samansagt af hámenntuðu fólki. Vitið hvað skólakerfi sagði við þessa menn? Þegar þeir komu með Nýja testamenti með sér í skólana, nei, þetta á ekki erindi hingað. Þetta á ekki erindi til barna. Þetta voru doktorar í sínum fræðum. Þú færði ekki hærri gráðu.
Þú fær ekki meiri menntun, heldur að vera doktor. Og skólakerfið ætti að hafa sagt við þá, já, verið þið velkomnir. Við viljum gjarnan þetta hámenntaða fólk. Það komi með sína menntun og flytja okkur réttan boðskap. Og þeir ætla að gefa börnunum boðskapinn það að Guð væri skapari himins og jarðar. Megum við heyra það? Doktorarnir sem voru þarna í Gídeon, þeir voru sammála því sem var sagtir hérna í 1. Mósebók: í upphafi skapaði Guð himin og jörð. Hvað er það mörg orð? Ef við telja. Í upphafi skapaði Guð himin og jörð. Þetta tilviljun að fyrsta setningin skuli vera 7 orð. Þetta er upphaf Biblíunnar. Og setur okkur ákveðna línu því að Jesús Kristur er ljós heimsins og nú skulum við skoða aðeins hvað Guð gerir síðan. Og hann segir bara: jörðin var auð og tóm, myrkur grúfði yfir djúpinu og andi Guðs sveif yfir vötnunum. Og Guð sagði: verði ljós. Og það varð ljós. Og Jesús Kristus steig fram og sagði: ég er ljós heimsins. Er eitthvað samhengi milli þess að Guð sagði það fyrsta verði ljós og í því að hann, Jesús Kristur, sonur Guðs, hann er ljós. Og mikið væri gott að vita það að í sálmyrkri Íslendinga þá megi ljós fagnaðerindisins og ljós Biblíunnar skína á meðal okkar. Þetta ljós sem að Guð setti yfir heiminn, það er ekki sólarljósið, þið vitið það. Því að Guð var ekki búinn að skapa sólina þarna. En svo höldum við aðeins áfram sköpunarsögunni og segir: og það var ljós. Guð sá að ljósið var gott og Guð greindi ljósið frá myrkrinu og Guð kallaði ljósið dag en myrkrið kallaði nótt. Það var kvöld og það var morgun, hinn fyrsti dagur. Guð sagði: verði festing milli vatnanna, og hún greindi vötn frá vötnum. Þá gjörði Guð festinguna, greindi vötnin sem voru undir festingunni frá þeim vötnum sem voru yfir henni, og það var svo. Og Guð kallaði festinguna himinn, það var kvöld og það var morgun, hinn annar dagur. Og Guð sagði: safnist vötnin undir himninum í einn stað svo að þurrlendi sjáist, og það var svo. Guð kallaði þurrlendi jörð, en safn vatnanna kallaði sjó. Og Guð sá að það var gott. Og Guð sagði: láti jörðina sem spretta græn grös, sáðjurtir og aldintré, og hvert tré beri ávöxt eftir sinni tegund með sæði í á jörðinni. Og það varð svo. Guð lét af sér spretta jörðin lét af sér spretta græn grös, jurtir með sæði í hverju eftir sinni tegund, og aldintré með sæði í sér hvert eftir sinni tegund. Guð sá að það var gott. Það var kvöld og það var morgun, hinn þriðji dagur. Við erum bara komið 3 daga núna í þessari litlu sögu. Við höldum áfram, því að við vitum að Guð skapaði jörðina á 7 dögum. Og það var, eða 6 dögum, og 7. dagur var bara kallar heilagur, og við skulum lesa. Guð sagði: verði ljós á festingu himinsins, að þau greini dag frá nóttu og séu til taks og til að marka tíðir daga og ár. Og þau séu ljós á festingu himinsins til þess að lýsa jörðina. Og það varð svo. Guð gjörði 2 stóru ljósin, hið stærra ljósið til að ráða degi og hið minna ljósið til að ráða nóttu, svo og stjörnurnar. Og skyldu lýsa jörðin og ráða degi og nóttu og greina sundur ljós og myrkur. Og Guð sá að það var gott. Það var kvöld, það var morgun, hinn 4. dagur. Og takið eftir því sem hérna gerist. Hann skapaði á 4. degi stóru ljósi og litla ljósi og stjörnur. Er það ekki svolítið merkilegt að Guð var ekkert að skapa stjörnurnar í upphafi, heldur á 4. degi sköpunarverksins. Og við getum alveg farið að skoða þessi mál og við getum alveg rökrætt og sagt: það er örugglega vitlaus tímaröð í þessu öllu. Vegna eitthvað hefur annað komið á undan hinn. Og við erum með svona vísindi sem ofta að velta þessu fyrir sér, en Biblían segir
hvenær Guð skapaði stóra ljósið og litla ljósið. Og svo heldur sagan áfram. Og við komum á 5. dag. Það var kveldað á morgun, hinn 4. dagur sagt, vötnin verði kvik af lifandi skepnum og fuglar fljúgi við jörðina. Undir festingu himinsins þá skapaði Guð hinn stóru lagadýr og allar hinar lifandi skepnur sem hrærast og vötnin eru kvik af eftir þeirri tegund sem allar fleira fuglar eftir þeirra tegund. Og Guð sá að það var gott. Og Guð blessaði þau og sagði, frjóvgist og vaxið, fylli jörðina, vötn sjávarins og fuglum fjölgi á jörðinni. Það var kveld og það var morgun hinn 5. dagur. Og Guð sagði, jörðin leiði fram lifandi skepnur, hverja eftir sinni tegund, fénað, skriðkvikindi og villidýr, hvert eftir sinni tegund. Og það var svo. Og Guð gjörði villidýrin hvert eftir sinni tegund, fénaðinn eftir sinni tegund, alls konar skriðkvikindi jarðarinnar eftir sinni tegund. Og Guð sá að það var gott. Og Guð sagði, við viljum gera mann eftir vorminni, líka oss. Og hann skal drottna yfir fiskum sjávarins, yfir fuglum loftsins, yfir fénaðinum og yfir villidýrum og yfir öllum skriðkvikindum sem skríða á jörðinni. Og Guð skapaði mannin eftir sinni mynd, hann skapaði hann eftir Guðs mynd, hann skapaði þau karl og konu og Guð blessaði þau og sagði, við þau verið frjósum, margfaldist og uppfylli jörðina, gjörið ykkur hana undirgefna og drottni yfir fiskum sjávarins, yfir fuglum loftsins og yfir öllum dýrum sem hrærast á jörðinni. Og Guð sagði, sjá ég gef ykkur alls konar sáðberandi jurtir á allri jörðinni og alls konar tré sem bera ávöxt bæði með sæði í. Það sé ykkur til fæðu og öllum villidýrum og öllum fuglum loftsins og öllum skriðkvikindum á jörðinni, öllu því sem hefur lifandi sál, gef ég öll grös og jurtir til fæðu. Og það var svo. Og Guð leit yfir allt sem hann hafði gjört og sjá, það var harla gott. Það var kveld og það var morgun hinn 7. dagur. Þannig algjörðist himinn og jörð og öll þeirra prýði. Guð lauk á hinum 7. degi verki sínu hann hafði gjört og hvíldist hinn 7. dag. Hann hvíldist og hann lauk verki sínu á 7. degi. Og hefur nokkuð tíma tekið þessa sögu litið þannig á hana að hún sé líka tímamælir. Það eru ákveðin tímabil sem eru dregið þetta fram og þau eru hvorki meira en minna heldur en 6 þessi tímabil. 7. tímabilið sem líka dregið fram það einhver tími sem Guð tekur sér hvíld. Og þá á allt að vera komið í röð og reglu, ró og næði og Guð ætla að njóta sköpunarverksins. Og nú sjáum við að við tölum alveg hiklaust það að þessi þáttur tilverunar, vikutíminn, hann endandag í dag notaður sem mælikvarði okkar vegar. Við erum með 7 daga viku. Við höfum verið með það alveg gríðarlega lengi. Bílarnir reyndu að breyta þessu og þeir settu í texta hjá sér 8 days a week. Þeir vildu endilega hafa svoleiðis. Frakkar í frönsku byltingunni, þá reyndu að breyta vikunni og þeir ætla að hafa hana 10 daga og svo frí. En það reyndist einhver menn. Og í dag stöndum við frammi fyrir því, árið 2019, að enn í dag 7 daga vikuna í fullu gildi. Þetta tilviljun? Eða var þetta sett inn? Guð búinn að setja mælikvarða inn í tilveruna? Hann búinn að raða niður tímanum og við getum ekki breytt því? Það virkilega orðið svoleiðis hjá okkur mönnunum að þegar við erum komin í þetta mikla guðleysi þá förum við sömu leiðina og þeir reyndu í frönsku byltingunni að breyta dagakerfinu. Við virkilega stödd frammi fyrir þeim möguleikum í dag að í stað þess að hafa 7 daga vikuna þá förum við eftir bílar og segja já, við skulum bara hafa 8 days a week. En það ekki endilega svo auðvelt að breyta þessu vegna þess að þetta sett inn í kerfið okkar, þetta sett inn í tilveru. 7 daga vikan. Við komum núna í Opinberunarbókina og Jesús sem ljós heimsins,
hann talar þar til okkar. Og það er oft á tíðum þegar menn eru að vitna í Jesú, þá mjög sjaldan sem er vitna í Jesú í Åpenbarunarbókinni. Þeir vilja allir hafa Jesú með einn svip. Jesús Kristus á að vera góður, hann á að samþykkja mig eins og ég er, þið vitið. Við erum aðalatriðið og Jesús Kristus hafði eins og fyrir hann að hlýða okkur, annars trúum við ekki á hann. Og við erum svona hótandi gallatónum. Guð, ef þú ætlar ekki að hjálpa mig núna, þá er ég hættur að trúa á þig. Það er við sem þurfum á Guð að halda. Guð er ekkert okkur að halda. Við erum svona stundum að setja okkur í þá stöðu að við erum honum meiri. Jesús, ef þú bænir mig ekki núna, þá er ég farið. Og hvert er að fara, sagði Pétur. Vil ég ekki fara líka? Þú sem hefur orð eilífs lífs, eigum að yfirgefa hann. Eigum að segja við Jesúm sem er ljós heimsins, hlusti ekki á mig. Hvert förum við þá? Ef við hættum að hlusta á ljósið, hvert förum við þá? Við hljótum að fara inn í myrkrið. Það er ekki annar möguleiki til. Og við komum í Åpenbarunarbókina. Fyrsti kapítuli þessara dásamlegu bókar og mér þykir mjög vænt að geta sagt við ykkur að Jesús Kristur er að tala í þessari bók. Og ég ætla að fara með ykkur inn í fyrsta kapítulan og þar er Jóhannes að sýna okkur hvernig Jesús Kristur birtist honum. Og þetta er náttúrulega löngu áður heldur með sköpunarsagan mann til ekki. Og þetta er einhvers staðar á einhverju tímabili sem við vant að skiljum. En Jesús er ljós heimsins, gleymið því ekki, hann kemur hérna í sköpunarsöguna og það er sagt við okkur í 15. versinni í fyrsta kapítula og fætur hans voru líkir málmi glóandi í deglu og raust hans er niður margar vatna. Hann hafði í hægri hendi sér 7 stjörnur og á munni hans gekk út tvíeggjað sverð, biturt og ásjóna hans var sem sólin skínandi í mætti sínum. Er eitthvað samhengi á milli þessara versa og sköpunarsögunnar? Er sköpunarsagan að segja ykkur frá því að Guð, hann hafi ákveðið á ákveðnum tíma að búa til litla ljósið og stóra ljósið og opinbera dýrð sína ekki á fyrsta degi heldur á einhverjum öðrum degi sköpunarsögunnar. Og þess vegna hafa menn sagt, sköpunarsagan, hún er líka spádómur tímann sem við höfum þessari jörð. Við höfum ekki nema í raun og veru 7 daga sem skiptast í nokkuð tímabil getum við sagt og við vitum að 1 dagur hjá Drotti er sem 1000 ár. Og ef við tökum sköpunarsöguna þannig að 1 dagur í sköpunarsögunni er 1000 ár og þessi 7 dagar sem koma hérna fram geta þá birst í þessari merkilegu táknmynd sem gyðingarnir hafa þegar þeir eru með menóruna eða þeir eru með 7 arma ljósastikurna. Á hverju kerti þýðir ákveðið tímabil sem að Guð var að kveikja og setja von og búa til líf og leyfa sögunni ganga áfram þangað til að hann kæmi og fengi njóta samfélagsins við okkur. Á miðju tímabilinu, og það er svo merkilegt í ljósastikunni, 7 arma ljósastikunni, þá er aðeins 1 stjaki í miðjunni sem kemur og gengur alveg niður. Og öll ljósi hvíla á þessum eina stjaka. Hann er eins og Jesús Kristur sem kemur á miðju tímabilinu og vitið við munið á hvaða degi þetta kom fram í sköpunarsögunni þegar hann skapaði stóra ljósið og litla ljósið. Hvaða dagur var það? 4. Það var á 4. degi. Þá getum við sagt, fyrsti dagurinn er eins og mánudagurinn, þá kom ljósið, svo kom 3. dagurinn og svo kom miðvikudagurinn. Og við erum að tala einmitt það að Jesús Kristur kemur eftir þann dag og hann er stólpinn sem heldur uppi öllum ljósum. Og þegar við förum inn í þessi atriði, þá getum við sagt að ljósastikan, 7 arma ljósastikan,
Hún klukka Guðs yfir tímann sem við höfum á þessari jörð. Daginn, 1. október, þá voru gyðingarnir að halda upp á nýtt ár hjá sér. Það var Rosh Hashanah, lúðrahátíð. Vitið þið hvaða ár var sett þá? Hvaða ári skyldi það vera að fagna? Það var ekki 2019 eða 2020. Þeir voru að fagna árunum, minnum við, 5780, eitthvað svo. Frá Adam að þeirra tímatali eru liðin 5780 ár. Með öðrum orðum, þá eru við komin á eiginlega síðasta dag sköpunarsögunar. Og ef við tökum þessa 7 daga sköpunarsögunar og við vitum að Guð að leggja til okkar að við séum vakandi og við áttum okkur á stóra ljósinu, þá tengir hann okkur við sköpunarsöguna með því að birta því bókinni sem sólin skínandi, sem andliti. Hann við stjörnurnar 7 og hvað hann? Hann rétt hjá 7 ljósastikum sem tákna söfnuðina 7. Og nú skulum við koma í annan kapítula. Förum aðeins í síðasta versið á 1. kaflanum og sjáum hvernig Biblía segir við okkur. Stjörnurnar 7 eru englar þeirra 7 safnaða og ljósastikurnar 7 eru söfnuðirnir 7. Og þessi söfnuðir, þeir eru líka sagði vera ákveðið tímabil. Við byrjum á söfnunum í Efesus. Og það fyrstu söfnun, það frumkirkjan. Og vitið hvað Efesus þýðir, það svolítið athyglisvert. Efesus þýðir eftirsóknarverður. Og það yfirleitt að þegar kirkjunamenn og við sem erum að predika erum að vísa til orða og verka Jesú Krist, þá förum við alltaf með söguna í frumkirkjuna. Við erum ekki endilega að tala kirkjuna á dögum Snorra Sturlusonar. Við erum ekki að fara endur í 1200 eða 1700, við förum í frumkirkjuna. Þessi þennan eftirsóknarverður. Og það merkilegt að Biblían skuli hafa Efesusöfnuðinn sem þýðir eftirsóknarverður sem fyrstu kirkjuna sem fara til. Það var ýmislegt að hjá þessum kirkjum, sumt gott og annars slæmt, og Jesús talaði til þessar kirkjuna og hann vildi alltaf leiðrétta og hjálpa og uppörva og fá þær út úr eymdinni og inn í það að standa vörð fagnaðarerindi sitt. Og við komum inn í Efesusbréfið, Efesuskirkjuna, og við sjáum annað versið. Ég þekki verkin þín og erfiðið og þolgerfið þitt og veit að þú eigi getur sagt þig við vonda menn. Þú hefur reynt þá sem segja sjálfa sig vera kostuna en eru það ekki. Og þú hefur komist að því að þeir eru lygarar. Þú ert þolgóður og byrðar hefur þú borið fyrir sakir nafns míns og ekki freist. En það hef ég á móti þér að þú hefur afrækt til fyrir kærleika. Minnst þú því úr hvaða hæð þú hefur hrapað. Ef að Jesús ætlaði að skrifa þessari kirkju bréf og hann ætlaði að senda okkur orð, hvað ætlaði hann að segja? Hvað ætli drottinn sæi gott við þessa kirkju? Hvað sér það gott við því? Jú, þú hefur reynt ýmislegt erfitt. Þú hefur gengið í gegnum allt. Þú hefur ekkert alltaf verið voðalega vinsæl. En það hefur á móti þér, þú átt á tilhneigingu að beygja þig undir vilja mannanna sem vilja ekki með kirkju hafa. Getur það verið? Getur það verið staðan á með kirkjuna á Íslandi? Getur það verið staðan með þá sem að halda upp í Guðs orði að þeir þora ekki að boða það vegna þess að það er svo beitt. Og ég hafði gaman af því, það var fyrir nokkrum ári ég kom inn á heimili í Reykjavík. Þá hafði heimilisfaðirinn, hann var í stjórn einhvers íþróttaliðs á Seltjarnarnesi eitthvað svoleiðis og það var ákveðið að hafa messu að íþróttafélögin átt að mæta í messu og hann var beðinn að tala í messunni, þessi maður. Og þegar það kom heim, hann var svolítið kroppinn, því að hann var nýfrelsaður og hann langaði að segja frá Jesú Kristi. Og
Og hann kemur heim og segir við fjölskyldunni sinni, ég var bara að beða að flytja ræðuna í Seltjarnarneskirkju. Nei, segir dóttir hans, pabbi, þú mátt ekki tala helvíti. Þú mátt ekki tala gegn homum og lesbíum. Þú mátt ekki segja frá djöflunum. Og hann sá það í hendi sér að stúlka var hrædd. Svo segir það við mig, Snorri, hvað á ég að gera? Ég sagði, þetta mjög góð byrjun. Byrjaði að segja þessa sögu, hvað þú mátt ekki tala í kirkju. Og leið og fólki veit að það má ekki heyrast djöfulinn í kirkju. Það má ekki tala gegn siðleysinu í kirkju. Við viljum nefnilega að kirkjan hún sé svo mjúk og þægileg. Við viljum koma hér og við viljum eins og geta sest á heitan rassinn og bara notið þess að eiga góða stund. Lofa Drottinn, syngja og lyfta höndum, en það má ekkert breyta hjarta okkar. Það má ekkert stugga við okkur. Og Guð hefur gefið okkur bara 70 til 80 ár sem einstaklingar á jörðinni. Hann hefur líka lagt fyrir okkur tímamæli. Hann birtist bæði í sköpunarsögunni, í 7 arma ljósatíkur gyðinganna og líka hjá þessum kirkjum sem við erum að lesa í söfnuðunum, í Opinberunarbókinni 2. Ef við tökum þetta þannig að hver kirkja sem ákveður tímabil, þá erum við komin hvert. Og nú ætlum ég bara að fá að stytta mál mitt og segja við ykkur, ef við erum, þetta er rétt, að þetta er allt saman ákveðin tímabil, ég veit ekki hversu langt á milli þetta. Við getum sagt kannski 300 ár, þetta er því að þetta er 3721. Það getur verið sumt 100 ár, annað ekki nema 50. Annað ekki nema bara 10-20 ár. Við vitum ekki alveg tíman eða tíðirna, en Guð veit það. Þurfum við ekki ljós heimsins til þess að opna augu okkar og lýsa okkur í gegnum þessi mál. Að við mögum vita tíma og tíðir. Og Guð hjálpa okkur til þess að við vitum á hvaða degi við erum stödd. Þegar vetur er að ganga í garð og við lesum út úr náttúrunni hvað er að gerast í okkar tíma, hvernig þurfum við þá að vera andlega styrkt? Hvernig þurfum við þá að hafa það í okkar anda og okkar sál? Þegar heilagur andi er að minna okkur á, við erum komin á þennan tíma. Við erum hluti af kynslóð sem veit ekki sitt rjúkandi ráð. Hún eyðir börnunum, fóstrunum. Það er 1000 börn á hverju einasta ári sem er eitt á Íslandi. Þetta eru mannréttindi. Haldið þið það? Og þetta bankar svo duglega upp á hjá okkur þegar börnin eru komin í menntaskóla að þegar stúlkurnar eru orðnar ófrískar 17, 18, 19 ára gamlar, þá er þetta eitt. Og svo þegar börnin sjálf að takast á í lífið, þá er bara búið upp á eiturlyf og áfengi. Það má ekki koma með orðguðs í skólanum. Það má ekki tala við þau þetta heilaga, lifandi orð. Og Biblía segir síðasta tíma, síðasta söfnum. Við skulum lesa aðeins það. Og ég segi bara, lesum þetta til þess að áttum okkur á. Ó Guð, hjálpaðu mér til þess að ég fái staðist. Og hér segjum við, og enginn safnar sér Laódíkeu. Veitu hvað Laódíkea þýðir? Aðeins fólk. Aðeins fólk. Aðeins menn. Hvað er það andi? Eða bara fólki? Getum við sagt, þetta er eins og segja, það er bara aðeins mannréttindi sem gilda. Hefur Guð engan rétt í samfélaginu í dag? Hvaða rétt hefur hann hjá þér? Má hann tala við þig duglega? Eða móðgastu svo við hann að þú segir við hann, nú er ég svo móðgaður, ég hlusta ekki á þig meir. Og þú vilt útiloka ljós heimsins í þínu lífi. Og söfnunin Laódíkeu, hann stóð frammi fyrir mjög merkilegum málum. Þetta segir hann sem er Amen, vottunin trúi og sanni, upphaf sköpunar Guðs. Ég þekki verkin þín að þú ert hvorki kaldur né heitur. Betur að þú væri kaldur eða heitur, en af því þú ert hálfvolgur og hvorki heitur né kaldur, mun ég skippa þér út af munni mínum. Getur það verið að Jesús tali svona? Getur verið að Jesús, ljós heimsins, segir svona við kirkju sína? Er þetta ekki allt of
erfitt að trúa og taka við þessu. Ef við værum svona bara kærleikasmegin, þá myndum við segja, nei, Jesús talar ekki svona. En hann talar svona líka. Hann mjög ákveðinn. Ég á sjálfur konu og börn. Og vitið þið, ég ekki til í að miðla henni með mörgum karlmönnum. Ef hún færi þá leið, þá myndi ég tala duglega yfir henni, byrja á því. En, fyrir til, það hægt að eyðileggja samfélag með því að stíga vitlaust í vænginn við aðra. Og Biblían segir við okkur, karlmenn, verið konum eitthvað trúið. Haldið ykkur við eina konu. Látið hann að vera eina konu sem Guðs gjöf. Ég giftist minni konu vegna þess að ég var búinn að fá 7 drauma hana. Ég var búinn að biðja Guð að leika mig. Mér líst alltaf vel á hana. En ég vildi vera viss. Fyrsta skipti var þannig að ég lá upp í rúmi, mér að dreyma þennan draum. Ég lá upp í rúmi, í herbergi mínu var sofandi og svo vaknaði ég og þegar ég vaknaði þá þakið í burtu af húsinu og ég horfi bara upp í stjörnubjartan himinn. Og ég sé eina stjörnuna koma hrapandi, auðvitað þurfti hún að hrapa. Og hún kemur hrapandi og það kemur svona eins og gullbogi fyrir aftan hana, þetta var eins og hafastjarna og hún kom í sveig og til mín. Og þegar hún nálgaðist mig þá sá ég þetta var svona eins og snúra, gullsnúra sem var gjarnan notuð hjá konunum fyrir framan hringi, munið eftir þessu. Þetta ekki lengur í dag. Og þessi gullsnúra, hún kom að mér og svo allt með datt hún á hliðina og þá sá ég að það var fléttað nafnið Brynja. Og ég vakna og segi, nei Guð, ekki hún. En þetta vakti mig. Þetta hjálpaði mér. Þetta sagði mér hvað Guð vildi. Ég var búinn að biðja að leiða mig. Svo komu 5 eða 6 aðrir draumar á þar á eftir. Og einn var mjög athyglisverður líka. Þá stóð ég á bryggjukanti suður í Vestmannaeyjum. Og ég verið svona að fara í land og það bátur fyrir neðan og í bátnum var fullt af svona strákum sem höfðu verið mjög miklir kvennabósar og vinsælir, vitið, sjarmurar. Stelpurnar vildu þá mikið frekar heldur en hina, en þeir voru þannig í bátnum. Og upp á bryggjunni stendur Hrefna Brynja, kona mín, og hún með faðminn opinn. Og ég var svona hikandi við að ganga í faðm hennar og ég hugsaði með mér, nei, ég ekki að gera þetta. Svo ég hoppaði mér í bátinn. Og þegar ég lendi í bátnum, þá var hann svo hátt, sleipur, hann var svo fúinn, að ég rann alveg hann allan. Og rann að lunningunni og ég var að detta í sjóinn og greip í lunninguna og hugsaði með mér, nei þetta ekki staður fyrir mig. Hoppaði á bryggjuna, ennþá stóð Hrefna og ég labbaði til hennar og við gengum saman upp veginn. Eftir það bað ég hennar. Hún var orðin hissa, ég skyldi hafa áhuga á henni. En þetta hefur verið frá Guði séð og frá Guði gefið til þess að ég mætti læra að meta hvað frá Guði komið. Bræður og systur, við erum ekki saman af tilviljun. Við erum leidd saman af Guði almáttugur. Og það tímabilið sem við erum að lesa eins og í söfnunum í Laódíkeu. Guð að leiða söfnuði til sín. Og honum ekki alveg sama hvað gerist í þessu söfnuði eða hvað gerist hjá þér. Hann vill ekki hafa þig hálfvolgan svo hann hrækir þig út af munni sín. Hann vill hafa þig kaldan eða heitan. Hafðu hreina línur. Vertu annarkvort með eða móti. Vertu ekki einhvers staðar á milli. Taktu hreina afstöðu og segðu við drottinn, já, ég vil vera heilsugan með þér. Þar sem þú segir drottinn minn, þar vil ég vera. Og svo heldur hann áfram og segir í þessari sögu til safnaðarins, þú segir ég ríkur orðinn og auðugur og þarfnast einskis og þú veist ekki, þú ert vesalingur og aumingi, fátækur og blindur og nakinn. Ég ræð þér að þú kaupir það með gullskírti eldi, til að þú verður auðugur og hvít klæði,
til að skýra þér með að eigi komi ljós vanvirða nektar þinnar og smyrsk að smyrja með augu þín til þess að þú verðir sjáandi. Alla þá sem ég elska, tifta ég og aga. Ver því heil huga. Ver því heil huga og gjör yður. Eitt af því sem að ég tek eftir að svolítið ríkjandi í umræðu, það tvennt svona. Ég sjá auglýsingar hjartabilun hjá Íslendingum. Það virðist vera mjög algengt að hjartabili hjá Íslendingum. Þeir deyja hjartaáföllum og alls konar svoleiðis. Ef þetta andlega hjarta líka bilað, hvert förum við það? Hitt líffæri sem mjög mikilvægt, það heilabilunin. Menn fá Alzheimer, menn gleyma, menn fá vitun eiginlega rænt frá þeim og það eitthvað sem eyðir eftir í heilanum og menn ráð ekki við þetta. Ef þú ert svoleiðis, þá þarft þú að fara á hæli, stofnun. Hvernig væri að við tökum þetta andlega og segjum Guð, gefðu mér að vera heils hugur. Að ég verði með heilt hjarta. Gefðu mér að ég verði ekki eins og þessi sjúki söfnuð í látiklifu sem að með bila hjarta og bila huga. En þetta hættan hjá okkur, ef þetta rétt, að þetta mæli kvarði upp á síðasta tíma, að þá erum við komin í þá stöðu að verða að segja við Drottinn okkar og frelsara, leyfðu mér að vera heilshuga við þig. Leyfðu mér að ganga á þínu vegi. Leyfðu mér að taka þátt í því sem að þú ert að gera. Og svo segir hann, svo endar þetta svona með okkur. Þann sigrar mun ég láta sitja hjá í hásæti mínu eins og ég sjálfur sigraði og settist á föður mínum í hásæti hans. Hvaða hásæti þetta? Það þegar Drottinn Guð sest að í hvíldar hásæti sínum og þegar þessum 6.000 árum lokið, þá mun þið 7.000 taka við, síðasta árþúsundið sem kallað hvíldartíminn, 1000 ára ríki. Það sem að ljón og birna verða saman. Það sem að barni leikur sér við hóludyr höggormsins. Það sem við getum haldið áfram að tala breytt eðli og breytta sköpun sem að við eigum að vera hlutdeild í. Á þeim tíma, þegar 1000 ára ríkið komið, þá mun að svara þínum bænum áður en þú byrðir þeim. Þá munum við koma á bænastundinu þetta og þegar við spurt hafið þið bænarefni? Nei, við höfum bara þakkarefni. Við þurfum ekki að bylja. Guð hefur svarað öllu. Ég segi kom þú Drottinn Jesú. Og mikið verði gaman að við yrðum erfingjar öll að þessu stórkostlega ríki. Við erum með tímabilið sem Biblían að greina okkur frá. Að náðartíma Drottins að ljúka. Gríptu tækifæri núna, gaktu honum á hönd, lifðu honum stýra og stjórna og Guð mun umbreyta þér. Ef við segja amen við því, við stöndum upp og þetta endur með bæn. Þið geti bara tekið undir bænina og þið bara verða að segja við Drottinn í einlægni. Gefðu mér að ég sé heilshuga við því. Það skiptir öllu máli. Þetta komið frá ykkar hjarta til Drottins og þakkar í Jesú að við munum birta opinberun þína. Við munum segja frá því hver þú ert. Þú sem ert ljós heimsins. Stýrðu okkur og lýst okkur Drottinn minn og ef við finnum fyrir að það heilabilun eða hjartabilun í okkar söfnuði, hjálpa okkur til þess að við séum heilshugar við þig, að við verðum uppmáluð í hreistleika þínu Drottinn minn og við göngum fram elskaði Herra í anda og í krafti þínum til þess að þú fáir að vera okkar Drottinn, við fáum að vera brennandi fyrir þig, við fáum að vera lifandi vitnisburður að þú ert Kristur, sonurins lifanda Guðs, eigandi sköpunarinnar, allt skapað fyrir þig og til þig og við líka Drottinn minn. Í Jesú nafn. Amen. Amen.